Good afternoon. Góðan daginn. I have to be aware that obviously I don't speak Icelandic. You have? Einn, tveir. There we go. Já, því miður þá tala ég ekki íslensku. On Friday, I thought I had the gift of interpretation of Á tongues föstudaginn þá hélt ég hefði svona gjöfina að túlka tungutal. until I realized Hilmar was talking to us the whole time. Ég áttaði mig því að Hilmar var að tala allan tíman. So I want to share a message with you. Mér langar að deila með ykkur boðskap. It's not the message I prepared. Þetta ekki boðskapurinn sem ég bjó mig undir. This is the message that God gave me this morning. Þetta auðvitað boðskapur sem að Guð gaf mér þennan morguninn. We all know it's important to seek God every morning. Ég gerum okkur grein fyrir því að það mikilvægt að leita Drottins hvern morgun. So I want to talk about prophecy versus strongholds. Þannig ég ætla að tala spádóma gegn sem sagt vígum. Kelly, could you pass me those? The two picks? Okay, I'm going to ask a quick question so I can see where everybody's at. Ég ætla bara að spyrja spurninga hér svo ég átti mig á hvar fólk statt. In Revelation 19:10, Í Opinberarbókinni 19:10, it says the testimony of Jesus Christ is what? Shout it out and you get a book. það segir vitnisburður Jesú hvað? Og segir hann getur svarað hann fær bók. Yeah. Vitnisburður Jesú hvað? Yes, there you go. Here's a book. Þarna var einn með þetta. Okay, can anybody tell me in which book in Corinthians, this is like a quiz, in which book in Corinthians the gifts of the Spirit are? Getur ykkur sagt Which mér chapter? í hvaða bók Kórinthubréfsins talað gjafir andans? Það 12. kaflinn. They're not big books, so they don't knock anybody out if I miss. So I want to talk about prophecy. Þannig ég ætla að tala spádóma eða spádómsorð. And let's see if this is working. Have I done this? Hold on. Didn't turn it on again. So I want to look, and I want to give you the first insight. Ég ætla að gefa ykkur fyrsta svona innsæið. Prophecy is pattern. Að spádómar ákveðið munstur. When you look at prophecy and you look at what's happening in the world, Þegar þú horfir á spádóma og þú lítur líka hvað að gerast í heiminum í kringum okkur. Ecclesiastes tells you that there is nothing new under the sun. Í predikarana það segir það ekkert nýtt undir sólinni. In the Hebrew, it's the word moedim. Á hebresku þetta hebreska orðið moedin. And the rabbis describe it like a coil. Og rabbiðarnir þeir lýsa þessu svona eins og þetta eins og gormur eða svona sem vefst svona eins og DNA líkill. So I want you to understand the importance of prophecy. Þannig að ég vil að skiljið mikilvægi þess að skilja hvað spádómar eru. In the acceptable Hebrew year, we're now in the year 5786. Samkvæmt hebreska dagatalinu og þá erum við í 5786. And when it comes up to Rosh Hashanah, og þegar kemur að nýjárinu þeirra, Rosh Hashanah, we as a church always delve deep to see what God is saying for the year ahead. Og þá við sem kirkja þá svona leggjast við aðeins undir feld og athugum hvað Guð að gera framundan það árið. So I want to share with you what God gave me for this year. Og ég ætla bara að deila með ykkur hvað Guð gaf mér fyrir komandi ár. So when we looked at the 86th verse, og þegar við skoðum 87. versið í Biblíunni, I haven't actually put the right one up, so I'll tell you. The 86th verse in the Bible is Genesis 4, verse 6. Það sem sagt fyrsta Mósebók 4 og 6. Where God says to Cain, why has your countenance fallen? Það sem Guð segir við Kain sem sagt því ertu niðurlútur, af hverju reiðustu?
We then looked at the 86th verse in the New Testament. Og við skoðum 87. versið í Nýja testamentinu. And in the New Testament, Jesus calls the sons of Zebedee. Og þar hann að kalla syni Sabbadeusar. And he calls them away from mending their nets. Og hann að kalla á það sem þeir eru að gera netunum. The word nets in Greek is dikta. Í grísku orðið net, dikta. It is the same word used for a fallen god. Og það sama orð og notað fyrir fallin guð, eða falsguð. Called Artemis. Sem heitir Artemis. When you study ancient deities, þegar skoðar gamla falsguði, Artemis is a picture. Þá Artemis mynd upp á. In history. Í mannkynssögunni. Of the future harlot of Babylon. Þetta mynd upp á framtíðar hórun af Babylon. So when we looked at this, þegar við horfðum á þetta, we heard God saying it is time to come out from the world. Og þá sögum við, það tíminn til að stíga út úr heiminum. Stop trying to mend a broken system. Hætta að reyna að laga brotið kerfi. And be led by the Spirit of God alone. Og vera leidd af anda Guðs einungis. So our word for 5786 is this. Þannig að orðið fyrir okkur fyrir árið 5786. And we gave this back in August. Og við tölum þetta síðastliðinn ágúst. The 5786 would see an attack upon the image of God. Og þá sjáum við árás ekki aðeins á ímynd Guðs. And the image carriers. Heldur þá sem að bera ímynd Guðs. Few weeks later, nokkrum vikum seinna, Charlie Kirk was shot. Þá var Charlie Kirk myrtur. I didn't know. Ég vissi það ekki. I'm following the pattern. Ég að fylgja mynstri. Take the name Charlie Kirk. Taktu bara nafnið Charlie Kirk. Charlie means free man. Charlie þýðir frjáls maður. There is none free but who Christ sets free. Það engin frjáls nema sá sem að Jesus setur sannarlega frjálsan. And Kirk is the Scottish word for church. Og Kirk skoska orði fyrir kirkja. This year the church has to be ready. Þetta árið þá verður kirkjan bara að vera undirbúin. The hands of the enemy are trying to close in. Hönd óvinarins að reyna að nálgast og kæfa niður. But he doesn't know who he's fighting. En hann veit ekki við hvern hann að berjast. I fight with the heavenly host with me. Ég berst með himneska hernum með mér. Greater is he who lives in me than who he lives in the world. Sá meiri í mér heldur en sá sem í heiminum. So prophecy is important. Þannig að spádómar eru mikilvægir. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Vitnisburður Jesúr andi spádómsgáfunnar. In Exodus 34:19. Í annarri Mósebók 34:19. And I'm reading from the King James. Og ég að lesa frá King James Biblíunni. All that openeth the matrix is mine. Was it 34? Yeah. Just the first line. Allt það sem opnar móðurlíf mitt. So the Matrix, it wasn't just a movie. Þannig að bíómyndin Matrix, þetta var ekki bara bíómynd. The origin of the word is in Scripture. Þegar orðið finnst í ritningunni. And when you see this word in Scripture, you could get confused for thinking what it is. Og þú getur rugglast að þessi rímunu þegar þú sér þetta orð í ritningunni. It literally is a door. Þetta þýðir raun og veru bara dyr. Or a window. Eða gluggi. So when we pray for God to open a door, þegar við biðjum Guð að opna dyr, we should know that he is the faithful God who has the keys to open the door. Trúum við því og treystum að hann sé trúfastu Guð sem getur opnað dyr. He can show us what's coming. Hann getur sýnt okkur hvað í vændum. My background before I was a pastor. Bakgrunni minn áður ég var pastor. I was a professional fighter.
að þá var ég atvinnu maður í bardagalist. I was much lighter and in much better shape. Ég var miklu léttari og í miklu betra formi. But in that, the most important person for a fighter to watch Í því í samhengi þá mikilvægast fyrir sá sem að bardagamaður hvern hann á að horfa á and to listen to og hlusta á was your coach in the corner. Það var þjálfariðinn í horninu. You see, the way he sees things is different than how we see things. Þegar hann sér hlutin öðruvísi heldur en ég inni í bardagahringnum. And when we see things straight in front of us, þegar ég horfi bara á það sem beint framundan fyrir augum mínum, fear can set in. Þá getur óttinn sest að. When you look at what is happening in the world, þegar þú ert að horfa á það sem að gerast í heiminum, fear can set in. Þá getur óttinn tekið sér bólfestu. But when you hear your coach, en þegar þú heyrir í þjálfaranum, when you hear Jesus in the corner, þegar þú heyrir í Jesú sem í þínu horni, who sees things that you don't see, sem sér hluti sem þú sérð ekki, he can tell you when to move one way, hann getur sagt þér hvernig þú átt að færa þig á ákveðin hátt, when to duck, hvenær átt að beygja þig, and when to move forward. og hvenær þú átt að sækja. The spirit of prophecy is important. Andi spádómsgáfunar mikilvægur. Now we talk about the spirit of prophecy. Við tölum spádómsandan. But the enemy has a plan against that. En óvinurinn líka með áætlun gegn okkur. That plan is seen in Daniel chapter 11. Og sú áætlun sýnileg í 11. kaplanum í Daniels bók. This is a scripture devoted to the devil's man. Þetta vers sem ég að vitna í hérna tilengað sem sagt skjólstæðingi Satans. The Antichrist. Það Antikristurinn. So I'm going to read this and then. Og ég ætla að lesa þetta. Neither shall he regard the God of his fathers, nor desire of women, nor regard any God, for he shall magnify himself above all. Og hann mun ekki skeita guðum feðra sinna, né heldur uppáhald skoði kvennana. Já, engum guðum mun hann skeita, heldur reykja sér yfir allt. Now, I want, before I carry on, to break down some bad teaching that people can hear online. Og áður ég fer lengra, þá vil ég aðeins gefa ykkur skýrleika á mjög slæmri og villukenningar sem í gangi á netinu. There are people who say that the Antichrist is saying the God of his fathers, and they say, therefore, he must be a Jew. Og sumir segja að þetta sé guð feðra þeirra, sem sagt hann Antikristur hlýtur að vera gyðingur. He's not a Jew. Hann ekki gyðingur. This is talking about worship of any God. Hérna verið að tala að tilbeiðslu á hvaða guði, falsguði sem They say that because he has no desire of women, hann segir að því að honum ekki kennt til kvenna. That he must be gay. Hann hlýtur að vera hommi. That's very unlikely. Það mjög ólíklegt. The actual phrase is a Hebrew phrase. Og það sem við sjáum í hebreska textanum that talks about the honor a woman has to be in the lineage of the Messiah. Þetta talar heiðurinn fyrir konu að fá að vera í ættartölu Jesú Krist eða Messiasar. So this individual doesn't honor any God, nor does he have any honor for Jesus. Hann hefur engan heiður fyrir neinum guði eða fyrir Jesú Kristi. And in their place, he will honor a God of fortresses. En Guð virkjana mun hann í stað þess heiðra. Now that word fortresses in Hebrew is uzim. Og þetta Guð virkjana grískt sem hebreskt orð sem heitir sisinst. And it means strongholds. Það þýðir sem sagt vígi. Do you know since you were born, the enemy has had a strategy against each and every one of you? Gerðu þið grein fyrir að frá því að þú fæddist að þá óvinurinn með áætlun gegn lífi þínu. And we in our ministry would often cast out demons. Og stundum í okkar þjónustu rekum við þetta í landa. But you can cast out a demon, and if the house still remains,
He's coming back. Þú getur rekið út í landan en ef húsið sópað og prýtt, þá getur hann komið aftur. So we need to learn how to dismantle the strongholds. Þannig að við þurfum að læra hvernig við afvopnum vígin. You see, if prophecy is from God, Þannig að þið sjáu, ef að spádómar eru frá Guði, the uzim, the stronghold, the tower, þá þetta útsinn sem er vígið eða turnin to block our vision sem skyggir fyrir okkur, við sjáum ekki, of the plan of God for our lives áætlun Guðs fyrir líf okkar, is from the enemy. það eitthvað frá óvinnunum. And you see this in individual lives, but also corporately. Þú sér þetta bæði í lífum einstaklinga og svo sér þetta líka bara almennt í heiminum. If you can't tell by the accent, I'm Irish. Ef þið get ekki sagt frá framburði mínum, þá ég írskur. But I am part of the UK, the United Kingdom. En við, sem sagt, ég Norður-Írlandi sem tilheyrir Bretlandi. We'll see if this is different from Friday, right? And that means my Prime Minister is Keir Starmer. Það þýðir að... Boo, thank you, there we go. Forsætisráðherra minn Keir Starmer, já. Og þið svöruðu vel. Now, if you watch the legislation being put in the UK, ef þið sjáuð löggjöfina sem verið að reyna að innleiða í Bretlandi, it is designed as a stronghold þá þetta hannað sem vígi to stop Christians operating in truth að stöðva kristna, að halda aftur á þeim að við getum framgengið í sannleika in our home nation. í allri þjóðinni. Now, if you understand his motive, Ef þið skiljið áform hans, everything becomes clear. og þá verður allt mjög kýrskýrt. Have you heard of the Fabian Society? Hafið heyrt félagsskapinn Fabian? The Fabian Society Þetta svona regla, Fabian-regla. was developed in 1884. Hún var til 1884. When communism was coming from Marx to try and take over the world, Það sem kommunismi sem kemur frá Karl Marx var að yfirtaka heiminn. the Fabian Society was developed. Þá var búin til þessi regla sem heitir Fabian-reglan. It was developed based on the Roman general Fabius Maximus. Og hún var gerð út frá þeirri hugsjón að Fabian Maximus sem var rómverskur hersöðingi, eða keisari, who was known for not winning a battle quickly. hann vann aldrei neinar orustur fljótt. Instead, working through attrition. Heldur, hann vann í gegnum svona spilling og svona bak við tjöldin. Right now, in the UK, we have an agenda to silence Christianity. Í Bretlandi núna í dag, þá erum við með áætlun sem liggur fyrir að fagga niður í kristnum. To break the backs of workers. Að bara gera út af við verkamenn. To have a two-tier justice system. Að það sé tvíþætt dómskerfi, sem ósanngjarnt dómskerfi. Two-tiered policing system. Sama lögregluna. And you might think, what's one got to do with the other? Og hvað hefur annar að gera með hinn? Until you find out Þangað þú kemst að því that Keir Starmer and his cabinet all belong to the Fabian Society. Að Keir Starmer og all hans ríkisstjórn tilheyra Fabian-reglunni. One of the original members was a guy called George Bernard Shaw. Einn af upprunalegu meðlögunum var náungi sem kallaður George Bernard Shaw. From my neck of the woods. Hann frá mínum heimabyggðum. And he believed that true socialism Hann trúði því að sannur sósíalismi was to be done through social engineering. Að það ætti að gera í gegnum svona félagslegar tilraunir. You can still see the videos of this. Og þið sjáuð þetta í verki. On which he says that people should be brought in front of a panel, and if they're found out that they are not contributing to society, they should be shot in front of them. Sem ætti að fara þannig fram að fólk tekið fyrir svona málþing og ef þau ekki að gefa eitthvað jákvætt af sér til samfélagsins, að þá þau bara rétt dræpa og skjóta þau. It's not a secret in the UK
Þetta ekkert leyndamál í Bretlandi. That Keir Starmer and his cabinet are all members. Að Keir Starmer og all hans ríkisstjórn eru meðlimir. This is why we have protests. Þess vegna erum við með mótmæli. We've had protests right up beside our church. Það eru mótmæli bara við hliðin á kirkjun okkar. But what is his response? Og hvað eru viðbröðin? If someone was even watching the protest, Ef einhver var bara að horfa á mótmælin, they end up in jail. þá voru bara settir í fangelsi. If someone tweets about it, Ef einhver sett eitthvað á samfélagsmiðla mótmælin, they end up in jail. þá voru þeir settir í steinin. But like we were talking about the other day, En eins og við vorum að tala hér daginn, in the past week, í síðastliðnu viku bara, they have mistakenly released 3 Islamic hardened criminals þá hafa þeir fyrir mistök leyst úr haldi 3 harðsvíraða íslamiska glæpamenn who were known for sexually abusing children, sem voru þekktir fyrir að misnota börn and his government said, we can't find them. og ríkisstjórnin segir, við bara finnum það ekki. Do you think we're in end times? Haldið að við séum á endatímum? Do you think that wickedness is starting to go further and further? Haldið að ílskan sé að bara spóla langt fram úr sér? But the devil and his minions En djöfullin og hans púkar have no chance against the church of God. eiga ekki róð í kirkju Guðs. You see, the God of fortresses is in every single culture. Þið sjáu að Guð þessara virkja, hann í allri menningu. The personification of Lucifer. Þetta bara líkams tjáning Lúsifers. In Irish, he's called Lou, Á ísku hann kallað Lú. because we don't like to say the full word. Af því að við viljum ekki segja nafnið til fulls. And in Norse mythology, he is attached to Odin. Og í norræni goðafræði þá hann tengdur Óðinn. In Greek mythology, we've got Zeus. Í grískri goðafræði hann tengdur Zeus. These are all storm deities. Þetta eru allt svona stormguðir. But what does Jesus show us in the storm? En hvað sýnir Guð okkur Jesus í storminum? The picture of the disciples coming across in the water to the Gadarenes. Þegar þeir eru borð í bátnum á leiðinni til Gardena. And the storm breaks out. Og stormurinn brýst út. And the waves start crashing against the boat. Og öldurnar belja á bátnum. The word for that is balos. Og það orð fyrir þetta á grísku sem heitir ballos. From diabolos. Frá diabolos. It was a spiritual attack against the people of God. Þetta var andleg árás á líð Guðs. But Jesus gets up. En Jesus stendur upp í bátnum. He rebukes the storm. Hann hastar á storminn. And he turns to the waves and just goes, shh. Og snýr sér að öldunum og segir bara, whatever circumstance is coming against your life, að sama hvaða gengur á í þínum kringustæðum. don't stress about the circumstance. Vertu ekki að stressa þig yfir kringustæðunum. Remember, you're in a spiritual battle. Mundu að þú ert í andlegri baráttu. Rebuke the spirit behind it. Hastaðu andan á bak við þetta. And turn to the circumstance and say, what are you doing? Og þú snýrðu bara í kringustæðu og segir bara, hvað þykist þú að gera? We are not to fear. Við eigum ekki að óttast. We are walking with the heavenly host. Við göngum með herskara himinsins. So when we see all of these strongholds start to build in the world, Þegar við sjáum þessi virki að byggjast upp í heiminum. and on Friday I talked about this with the generation of the fig tree. Og á föstudaginn talaði þetta sambandi við kynslóð fíkjutrésins. You ready to keep up? I'm on it. Okay. When we started into the fig tree age, we had a whole lot happen. Og þegar við byrjuðum, þegar kynslóð trésins byrjaði, þá gerðist heilmikið. May 14th, 1948, Israel reestablished. Mæ 1948, Ísrael grundvallað aftur sem þjóð. 1945, the UN was established off the back of Marxist teaching. Og 1945 þá eru Sameinuðu þjóðirnar stofnsettar á grundvelli marxískra kenninga. Marx himself was deeply ingrained
in Satanism. Karl Marx sjálfur, hann var djúpt sokkinn í satanstyrkun. In his early days, he wrote a satanic play called Ulanim, Hann á unga aldri þá skrifaði hann leikrit sem hét Úlanum. which is the mixing up of the letters of Emmanuel. Og þetta bara, nafni kemur af því að ruggla stöfunum Emmanuel saman. He believed that the hero in Faustian legend was Mephistopheles. Hann trúði því að hetjan í sögunum væri Mephistopheles. A fallen angel. Það fallin engil. In 1948, in the same month, May, Í maí 1948, an earthquake happened in Turkey and showed the sides of Noah's Ark. þá skók jarðskjálfti Tyrkland sem gerði það verkum að það opinberaðist hvar örkin hans Nóa liggur á fjallanum. In 1947, we had Roswell, New Mexico, and all the UFOs. 1947 gerðist Roswell í Mexíkó, það voru svona fljúandi furðuhlutir, svona Yeah, I was waiting for it. Why is that important? Af hverju er það mikilvægt? Because it's trying to get people's focus off God and focus on something else. Það verður að reyna að fá fólk til að fókusir ekki á Guð, heldur að horfa á eitthvað annað. When we were at the men's meeting, I found out that you cannot homeschool. Við komst að því á kallamorgunin og laugardaginn að þá komst ég að því að það er bannað að kenna börnum heima eða heimaskóla. I was absolutely shocked by that. Ég var bara hissa á því. We homeschool 3 of our kids. Við vorum með heimaskóla fyrir 3 barna okkar. Because the school system is based off UNESCO. Því að allt skólakerfið er byggt út frá hugmyndum UNESCO. UNESCO get their foundation UNESCO sækir grundvöll sinn í from Alice A. Bailey, frá Alec Bailey, the Luciferian. sem satansdyrkandi, eða var satansdyrkandi. This is just history. Þetta bara mannkynsagan. Alice A. Bailey, who predicted that in 2025, this year, Hún sagði fyrir að árið 2025, þetta ár, the world teacher would return. að þá myndi alheimskennarinn snúa tilbaka. Not Jesus, Ekki Jesú, but who she believes heldur sá sem hún heldur, is the Luciferian Messiah. Lúsiferskur Messias. Now here's the thing. Hér skýrist málið. Prophecy belongs to God. Spádómandi tilheyra drottni. The devil can spout all he wants, Hann getur rugglast og þvaðrað hvað hann vill, but all he's able to do en eina sem óvinnur getur gert is put a stronghold að setja virki in front of our vision. til þess að blinda okkur sýn. Now I want to talk about this because I think that it's interesting, right? But if you look at Genesis chapter 28, if I can find it. Ég vil bara tala þetta því að ég vil geta sýnt ykkur og í fyrstu Mósebók 28. kapla. Let's see if I find it. Að sjá hvort ég finni Yes, þetta. Genesis 28. This is Jacob's ladder. Og hérna verið að tala sem sagt stigan, Jakobs stigan. Do you want to understand prophecy? Vil ég skilja spádóma? And why God puts such an emphasis on it? Og af hverju Guð setur svo mikla áherslu á spádóma? It's not just a gift of the Spirit. Þetta ekki bara gjöf, spádómsgjöf. It is the very backbone of this word. Þetta hryggjastykkið í Biblíunni. Jakob lies down on a stone. Hann leggst til svefns og hallar höfðið sín á stein. And he has a dream. Og hann dreymir draum. Then he dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth, and its top reached the heaven, and there the angels of God were ascending and descending on it. Þá segir vers 12 í 28. kapla 1. Mósebókar, þá dreymdi hann. Honum þótti stigi standa á jörðu og efri endi hans ná til himins og sjá, englar Guðs fóru upp og ofan eftir stigunum. And behold, the Lord stood above it. Og sjá, drottin stóð hjá honum. See, that's the bit that I want to stop on. Þetta hlutin sem ég vil stoppa við.
You see, Jacob's ladder is not a physical ladder. Þetta ekki We know that. líkanlega raunverulegu stigi, þetta ásýnd. Every run or step on the ladder Sérhvert stig í stiganum is a dimensional picture. Svona víddarmynd, útvíddarmynd. Scientists say there's anything between 11 and 25 dimensions. Það vísindi segja að það eru til svona einhvers staðar 11 til 25 víddir. And yet most Christians, when they get in conflict, are looking at the flesh. En samt eru flesti kristnir þegar þeir lenda í einhverju erfileikum að þá horfum við alltaf í holdið. But we don't war against flesh, but principalities and powers. En við erum ekki að stríða við menn á holda plóði heldur við andaveru vonskunar í himigeimnum. Now, if there are dimensions all around us, Ef það eru aðrar víddir allt í kringum okkur, we all believe there's a spiritual realm. við trúum því að það sé til andleg vídd. Well, if we believe there's a spiritual realm, Ef við trúum því að það sé til andleg vídd, and there's those who are on God's side, og það eru þeir sem eru Guðs megin, there are those who are counter to God's mission, og það eru aðrir sem standa í gegn áætlun Guðs, we can still be assured that God stands above all of the og þá dimensions. getum við vita samkvæmt þessu 13. versi að Guð stendur fyrir ofan þetta allt. He sees it all. Hann sér þetta allt saman. When you learn to trust the voice of God above what you see, Þegar þú lærir að treysta rödd Guðs fyrir fram yfir það sem þú sérð með augunum, the God of fortresses has no hold. þá hefur Guð virkjana ekki roð í þig. I'm going to tell you something just personal. Ég ætla að segja ykkur, deila smá persónulegu með ykkur. We do regular homeless outreach. Við erum reglulega að þjóna til heimilislausra In fact, it's how we live, that wherever we go, we find someone, we pray over them, and we bless og them. þannig lifum við og hvar sem við erum að ferðast að þá finnum við ykkur sem heimilislaus og við blessum það. But you have to trust the voice of God. En þú þarft að treysta röddu Guðs. Most Christians only do scheduled outreach. Flesti kristnar gera bara svona fyrirfram ákveðnar svona trúboð. And we have scheduled outreach. Jó, við gerum það líka. But I've came to find out that when God says go, you got to go. En þegar ég bara komist að því, þegar Guð segir farðu, þá betra að þú farir. So we never normally have an outreach on a Thursday evening. Þannig að venjulega erum við ekki með trúboð á 50. But on a Wednesday evening, I had a dream. En á miðvikudagskvöldi eitt þá dreymdi mig draum. And it was about someone I know who's homeless. Og það var ákveðina mannesku sem ég veit að heimilislaus. He's had a horrific life. Hefur átt alveg hræðilegt líf. Abused as a child. Var misnotaður sem barn. In trouble as a teenager. Alltaf í vandræðum sem táningur. In trouble with paramilitaries. Og var í vandræðum í hernum. Terrorists. Og við hryðjuverkamenn. He got sent to prison. Hann var sendur í fangelsi. Was raped in prison. Var nauðgað í fangelsi. And now he's an addict. Og nú hann bara fíkill. Now he's been on the street for years. Hann hefur verið á götunni árum saman. And he's currently in a hostel. Og hann býr á gistiheimili í dag. But I had this dream, and in this dream, En ég dreymdi þennan draum og í þessum draumi I saw him really clearly þá sá ég hann svo skýrt about to take a bunch of pills. að hann var við það að taka alveg hellinga pillum. And I knew it was God speaking to me. Ég vissi að það var Guð sem var að tala til mín. But like most people, En eins og flest fólk you have that Gideon moment. og þá færðu svona Gideon augnablik. I told my sister, Ég sagði systur minni, and she said, let's go out. hún sagði, drífum okkur. We went out, and we were out probably about 15 minutes. Við vorum búin að vera svona korter á götunni And we were looking for him. og við vorum að leita að honum.
And I came across just a corner of a road and he was sitting there in a sleeping bag. Og svo þarna bara akkurat á götuhorni þá sat hann. And as I was starting to talk to him, Og þegar ég byrjaði að tala við hann, he starts crying. þá byrjaði hann að gráta. And I whispered in his ear, Og ég hvíslaði í eyran hans. God showed me you were going to kill yourself tonight. Að Guð sýndi mér að þú ætlaðir að fyrirfara þér í kvöld. And he said, I have my pills sitting on my shelf ready to go. Ég er með pillubóksið tilbúið upp á hillu og ég bara, það er allt tilbúið. We ended up Við enduðum með því praising God að lofa Guð on a street corner, á götuhorni, going through the entire book of Revelation, fórum í gegnum alla opinberunarbókina that this homeless man got up og þessi heimilislausi maður stóð upp and ended up joining us on our outreach, witnessing to other people. og hann tók bara þátt í trúboðun að vitna fyrir öðrum. My God is above the ladder. Minn Guð, hann er fyrir ofan stigan. He sees all dimensions. Hann sér allar víddirnar í einu. And no obstacle Það engin fyrirstaða can keep anything away from his gaze. sem getur haldið neinu aftur af hans áætlun. We need to learn to trust his Við þurfum að læra að treysta honum. gaze. So I want to look at a few things. Þannig að við ætlum að líta hérna yfir nokkra hluti. Because I want to leave. I had a whole message prepared and God said no this morning. Ég var búin að undirbúa alveg heila predikun en Guð sagði bara nei. He said that the church needs to know the importance of prophecy. Hann deildi með mér að þessi kirkja, eða bara kirkjan almennt, þarf að vita mikilvægi spádóma. You see, prophecy is not fortune telling. Spádómar ekki bara eitthvað svona að fara til spákonu. Prophecy is what shapes the atmosphere in front of you. Þetta það sem að mótar andrýmið allt í kringum þig. We are watching an atmosphere of lawlessness across the world. Við erum að horfa á lögleysið út allan heim. Not against the laws of men, Ekki gegn lögum manna, but against the system of God. heldur gegn því sem að kerfi sem að Guð hefur sett. Because the enemy is trying to terraform the atmosphere for the lawless one to come on the scene. Þegar óvinnur reyna að undirbúa jarðvegarinn til þess að lögleysingin geti opinberast. So we Þannig að við are still the restrainer erum þau sem að halda aftur að until God calls us home. þangað til Guð kallar okkur We heim, have a job to do. þá höfum við verk að vinna. That means that we stand where wickedness is. Það þýðir að við stöndum mitt í ílskunni. We bring the truth of the gospel unafraid, Við predikum fagnaðarerindið óhrædd. unashamed, Við skömmumst okkar ekki and unhindered. og óhindrað. It's not about how good it looks and how many people you talk to that want to give a hallelujah. Það skiptir ekki máli hversu vel þú lítur út eða hversu margir standa og segja halleluja. It's about the fact that we're here to sow. Við erum hér til þess að sá. You said about salt and light. Þú talaður salt og ljós. That's exactly what we are. Það nákvæmlega það sem við erum. And that doesn't mean that I preach the gospel and live a different way. Það þýðir ekki að ég prediki fagnaðarerindið svo lifi ég einhvern en allt öðru sig. It doesn't mean that I schedule when I am ready to pray with someone. Að ég set ekki bara á einhverja stundatöflu hvenær ég tilbúin að biðja með einhverjum. I wish all of you could spend a day with my wife. Ég vildi óska þess að þið öll gætu eitt einum degi með konunni minni. Because they give me a day off. I'm only joking. Þegar þá fengi ég frí. Bara grínast. My wife prays with everyone. Kona mín, hún biður með öllum. Like, everybody, you do say you love it, right? Þú segist elskana, já. Until you go to the shops with her. En þegar þú ferð að vesla með henni And you're in the queue og þú ert í röðinni at the checkout. við kassan,
And she has to stop because God has shown her the shop attendant's life and why she needs prayer. Af því að Guð hefur sýnt henni að líf kassadömunar og af hverju hún verður að biðja með kassadömunni. Then the shop attendant starts crying. Og svo byrjar kassadaman að skæla. The queue are giving us evil eyes. Og allir í röðunni líta okkur hotnauga. And I'm trying to go to them. I don't know her. Og ég segi bara, ég þekki hann ekki. But it happens all the time. Þetta gerist í sífellu. And it's the way we've embraced it as a family and that's not out of our knowledge. Og við höfum bara umfaðmað þetta sem fjölskylda og þetta ekki frá okkar vitum. It's because God made himself real to me. Það af því að Guð gerði sig raunverulegan fyrir mér. In my life, it wasn't always plain sailing. Í mínu lífi þetta var ekki alltaf á lygnum sjó. My wife is the one who found me hanging from a rope. Kona mín, hún kom að mér þar sem ég var að hengja mig. She cut me down. Hún skar mig niður. Not everything was great. Það var ekki allt fullkomið. But in the midst of my valley, en mitt í dalnum, I learned to cleave to one. Þá lærði ég að halda í hinn eina sanna. Who knew the steps in front of me. Sem þekkti skrefin framundan mér. And the psalm says in Psalm 37. Og ég segir í Sálmi 37. The Lord directs the steps of a good man. Að Guð hann leiðbeinir réttlátum manni skref hans. Even though he may fall. Jafnvel þótt hann falli. He will never be utterly cast down. Og þá mun hann mun reisa hann upp aftur. The Lord has us. Guð með okkur í hendi sinni. Some of you are in a stronghold situation. Sum ykkar í þessari virkja stöðu. Some of you have been sequenced along this path. Sum ykkar hafa svona látist með straumnum þennan veg. That continually brings you back to the same problems over and over and over again. Sem færir þig alltaf svona, þetta eins og hringekja, þú fer alltaf í sömu vandamálin aftur og aftur og aftur. You see, the enemy is not omnipotent. Óvinurinn hann ekki alvitur. And there are more angelic with us than there are with him. Og það fleiri englaherskara Guðs með okkur heldur en með honum. So his strategy is to set up strongholds in your mind. Þannig að áætlun hans að setja upp hugarvíg í huga þér. Someone talks to you. Einhver sem talar til þín. And how they talk to you. Og það bara einhvern veginn hvernig þeir tala. Brings up something from your past. Og það minnir þig á eitthvað á fortíðinni. And instead of responding like a new creation. En í staðinn þess að bregðast við eins og ný sköpun í Kristi. You respond how you've always responded because the stronghold's still there. Og þá bara bregstu við á sama gamla mátana því að hugarvíð ennþá til staðar. So we need to be those who pull down the strongholds. Þannig að við þurfum vera þau sem að rífa niður hugarvíðin. You see, Daniel 11:38 tells you that the enemy Daniel 11:38 segir okkur það að óvinurinn is the God of fortresses or strongholds. Guð virkjana. He wants you to have a stronghold of depression. Hann vill að þú sért fastur í vígi þunglindis. A stronghold of wrath. Svona vígi ofsa og reiði. A stronghold of fear. Það svona vígi óttans. A stronghold of mistrust. Að treysta engum. And all he has to do is a little poke. Og eina sem það að gera, hann bara svona rétta poti í þig. To get you to go back to that stronghold. Til þess að fara aftur inn í það virki. But here's the thing. En hér sannleikurinn. In the same chapter, in Daniel 11:32. En í Daniel 11:32. It says, the people who know their God shall be strong. Yes. This is when the Antichrist comes, at the time of the Antichrist spirit, and carry out great exploits. Það segir, þetta reynda 33. vers í íslensku þýðingunni, hinir vitru meðal lífsins munu kenna mörgum hyggindi, en hríð munu þeir falla fyrir sverði og báli, fyrir herliðingum og fjárnámum. Þetta nú ekki alveg eins og íslendingunni, eins og hérna, nei, fyrirgjöðu, sorry. Okay. Það segir,
en þeir menn sem þekkja Guð sinn munu stöðugir standa og drýja dáð. I know you got the right verse now, so it's okay. Here's it, right? The enemy's trying to cloud. Imagine yourself in a valley. Ímyndu ykkur bara að þú ert staddur í dalnum. And in the valley, all you can see is the problems. Og í dalnum þá eina sem þú sérður vandamálin. When we've dealt with people who've been at that point of suicide. Og þegar við erum að eiga við fólk sem hefur verið í sjálfsvíkshugleiðingum. Or the parents in the situation. Eða foreldrarnir í þeim kringumstæðum. The thing that I remind them of is that it's not just how you see it. Það sem ég minni þau alltaf á, þetta ekki bara eins og þú sérð þetta. Our vision is limited. Okkar sýn takmörkuð. His isn't. Ekki hans. We need to trust his leading. Við þurfum að treysta leiðsögn hans. And be Romans 8:14 believers. Og vera Rómverjabréfið 8:14 trúaðir. Who are led by the Spirit continually. Sem leidd af andanum stöðulega. You have to understand there's a strategy and there is an enemy force assigned to you. Þú verður að skilja að það áætlun og það eru herskarar óvinarins gegn þér. But your corner man en maðurinn þinn í horninu, þjálfarinn þinn, sees every strategy. Hann sér allar áætlunarnar. And he says in these days, og hann segir á þessum tímum, he will make you as wise as serpents, þá gerir hann eins hygna og höggorma, as harmless as doves, og eins saklausan sem dúfur. He will equip you through the valley. Og hann mun undirbúa þig í dalnum. You see, this is what it means, right? Ephesians 1 verse 3. Í Efesusbréfinu 1:3 says that we have every spiritual blessing in heavenly places. Það segir að hann búinn að blessa okkur með sérhverri andlegri blessun í himinhæðum. Now, that blessing is not a new car. Sú blessun ekki nýr bíl. And it's not an A in your test. Eða þú fór A á prófinu. They are spiritual blessings. Þetta eru andlegar blessanir. They're for a kingdom purpose. Þau eru með Guðsríkis tilgang í huga. So, as Luther said, there is a universal priesthood, not just a pastor up the front. Alveg svo Luther greindi frá að þá eru við konunglegt prestafélag. Það ekki bara pastorinn einn, heldur allur söfnuðurinn. That means God has a strategy for you to be used for the kingdom. Það þýðir að Guð með áætlun að þú sért verkfæri hans fyrir Guðsríkið. And God who's on top of the ladder, og Guð sem að stendur fyrir ofan stigan, calls you to the place where every spiritual blessing is. Og hann kallar þig á þann stað þar sem að laust fyrir sérhverjum andlegum verknaði leystur. So you start to see, og þú ferð að sjá, from the perspective frá sjónarhorni of heaven. Himinsins. Can I tell another story? Go. Yeah. Years ago, fyrir mörgum árum síðan, I had an individual who started a hate campaign against me. Þá var náungi sem byrjaði bara með svona haturs, hann var bara með svona haturs áróður gegn mér, bara herferð. Now, this was when I was a professional fighter. Og þetta var á þeim tíma sem ég var atvinnu bardagamaður. And I had my own gym. Og ég átti mitt eigið gym. And the things that he did, og hlutir sem hann gerði, he would write slanderous things about my wife. Hann skrifaði ósmekklega hluti konuna mína. About my young children. Börnin mín. He started websites about us. Hann opnaði vefsíður sem bara fjölluðu, voru svona grimmd gegn okkur. Now I would see him. Og þegar ég mætti honum, occasionally on the street. Og þá ég mætti honum stundum út á götu. And I had no idea why he hated me so much. Og ég hafði ekki hugmynd af hverju hann hataði mig svona mikið. Because I'm awesome. Þegar ég æðislegur. Yeah. So I would actually shout to him. Þá ég kallaði á hann, hrópaði á hann. I would shout his name out. Ég kallaði nafnið hans. Because I wanted to talk to him. Því ég vildi tala á honum. And you've never seen someone run so fast. Og ég hef aldrei séð neitt hlaupa svona hratt í burtu.
And this got very, very frustrating for me. Og ég var mjög örvæntingarfullur með þetta. Because this went on for 6 years. Þetta stóð yfir í 6 ár. I never once replied online. Ég svaraði aldrei fyrir mig opinberlega. I would never say anything bad about the individual. Ég talaði aldrei illa hann. But he actively tried to destroy my business. En hann reyndi að eyðileggja bara viðskipti mín. And he came against every family member. Og kom í gegn öllum í fjölskyldunni. Now there's 2 things to say here. Og það eru 2 hlutir sem þarf að koma fram hér. First, God has done an amazing work in me. Ja, Guð búinn að gera frábær kraftaverk í mér. The old me would not have behaved the way I behaved. Og gamli ég hefði ekki hagað sér svona og tekið svona málunum. And secondly, og í öðru lagi, God has the strategy. Að Guð með áætlunina. I end up seeing this individual at the other end of a street. Og síðan að lokum þá sé ég þennan náunga bara hinum megin götunar. And he's about to cross the road toward me. Hann við það að fara yfir götuna, sem sagt að mér. He has headphones on. Hann með heyrnartól á hausnum. And he has his head down. Og hann niðurlútur. And my old self came back. Og gamli hann kom svona skrappa upp á dekk. And I'm waiting for him to get to me and I'm just thinking, I'm going to knock him out. Og ég beið ég bara kýla hann bara kaldan. That's all I wanted to do. Það eiginlega allt það sem kom í huga mér. Then God showed me him in a split second. Og bara svona sekundu broti þá sýndi Guð mér líf hans. As a baby. Sem unga barn. All anger went in that split second. Og öll reiðin hún hvarf á því sekundu broti. And he starts walking toward me. Og hann byrjar að labba svona að mér. And as he gets to here, og þegar hann kominn svona nálægt mér, I say his name. Þá segi ég nafnið hans. He looks at me and it was like a deer in headlights. Og þetta var eins og dádýr bara í háaljósunum sko. And he runs. Og hann hleypur í burtu. But as he gets about 10 feet away, en þegar hann kemst svona 10 metri í burtu, I shout his name again. Þá hrópa ég nafn hans aftur. And I say, it's okay, I forgive you. Ég segi, þetta allt í lagi, ég búinn að fyrirgefa þér. Everything stopped that day. Það stoppaði allt þennan daginn. Everything. Allt saman. He even tried to join the gym again. Hann reyndi með að skrá sig aftur í líkamsræktarstöðuna eða það sem ég þjálfa bardagallist. But this is the thing. En hluturinn þessi. We have every spiritual blessing. Við eigum alla andlega blessun í himinhæðum. So when the enemy has a strategy against you. Þannig að þegar óvinurinn kemur sín áform gegn þér. Oh man, when you trust in God. En þegar þú treystir Guði. Oh, the answer comes how you least expect it. Og þá koma svörin þegar ótt ekki einu sinni von á því. And this is how we have effective faith in this age. Og þannig höfum við mikilvirka trú á okkar tímum. Philemon 1:6. Í Fílemonsbréfinu 1:6. One of my favorite scriptures. Ein af mínum uppáhaldsritningum. I say that for every scripture, by the way. Ég segi þetta öll biblíuvers. It says that we make our faith effective. Það segir að ég bið þess að trú þín sem þú átt verði mikilvirk. By the acknowledgement í þekkingunni of everything in us in Christ Jesus. Á öllu því góða sem tilheyrir Kristi. But hold on a minute. En bíddu aðeins. Christ Jesus is at the right hand of the Father. En Jesus Kristur við hægri hönd Guðs föðurs. So we make our faith effective. Þannig að við gerum trú okkar mikilvirka. By acknowledging everything in us in Christ Jesus, but Christ Jesus is here. Og þá gerum við þannig að við horfum á okkur á sama stað og Jesus You see, we really make our faith effective. Við gerum trú okkar mikilvirka. When we start to see through the eyes of Jesus. Þegar við förum að sjá í gegnum augu Jesú. We can't be angry with anyone. Við getum ekki reiðst neinum. When we know our Lord hung on the cross. Þegar við vitum að drottin okkar hékk á krossinum. And when they mocked him. Og þegar þeir hættust á honum. He said, Father, forgive them. Hann sagði, Faðir, fyrirgefðu þeim. They know not what they do. Þeir vita ekki hvað þeir gjöra.
But most of us are still looking at the flesh. En flest okkar eru bara að horfa á holdið. This is a spiritual battle. Þetta andleg barátta. Everything that we are seeing in the world, Allt það sem við sjáum í heiminum, from digital identification, tokenization, frá þessum stafrænu auðkenni og þessum tákrænu kennimerkjum, from the growth of the artificial intelligence model, að vöxturinn í gervigreindinni, from secret societies that are not so secret anymore, svona leynihreyfingar sem ekki, leynireglu sem ekki leyndar lengur, from the strategies that the enemy is putting in place, og áætlanir sem að óvinurinn að reyna að setja í gang, God is still above every að dimension. þá Guð yfir þessu öllu. Can I ask a question? Má ég spyrja spurninga? Has anybody had a dream from God Hefur einhver dreymt draum frá Guði? where he's woke you up in the middle of the night and you just had insight into something? Og það sem að bara vaktiðu miðja nótt og þú fekkst bara svona innsæi inn í eitthvað. Have you ever had a vision Hafa eitthvað fengið sýn and seen something that you shouldn't be able to see? og séð eitthvað sem það væri ógerlegt fyrir þið að sjá? These are gifts of the Holy Spirit. Þetta eru gjafir heilags anda. And the reason God gives us them Og ástæðan fyrir að Guð gefur þessa gjafir is because he doesn't want us looking at the stronghold. því að hann vill ekki að þú horfir á víið. There is a time coming Það tími í vændum. that if you listen to global occultists, Ef þú hlustar á þessa glóbalista kultista, it's not very far away. þetta ekkert langt framundan. Now, like I said, they're not in charge of the timing, En þeir ekki við stjórnvölin yfir öllu. but we all know about the 2030 agenda. En við höfum öll heyrt 2030 áætlunina. Hands up if you know what I'm talking about. Réttuðu pönd sem að gera sig grein fyrir hvað ég að tala The basics of the World Economic Forum says that you will own nothing and be happy. Þetta grundvallar kenning alþjóðu efnahagshreyfingarinnar að þú munt ekki eiga neitt en verður ógeðslega hamingjusömmur. And then everybody thought that it stopped because Klaus Schwab is now retired. Og allir margir hafa haldið að þessi áætlun sé bara stöðnuð því að Charles Schwab ekki lengur við völd. Until you see that his replacement is Larry Fink. Og þegar þangað til þú sér að hver tók stöðu hans Larry Fink. Put your hand up if you know who I mean. Réttuðu pöndu, þið viti hver hann The CEO of BlackRock. Þetta forstjóri BlackRock. BlackRock have just invested 68 trillion into an infrastructure that is straight out of Revelation 13. Og þeir voru bara við það að fjárfesta 67 trilljónir í innvið sem að hefur beina vísbendingu í opinberunarbókinni 13. kafla. That infrastructure is right in front of us. Þetta innvið, þetta stjórnkerfi bara beint fyrir framan augu okkar. I was telling people at the men's meeting, at home, they have now put carbon scores on our food. Ég var að segja í heimahópnum á kallaföndunum að þeir eru búin að setja svona karbon á spor á matin okkar. Það mæleiningar fyrir hvað þú borðar. So if we eat too many sandwiches, Ef þú borðar of margar samlokur, we're destroying the world. þá erum við að fyrirfara heiminum. But do you know that Romans 1 tells you that Paul says, that they will worship the creation, not the creator. En þið vita í Rómarbréfinu 1. kafla, þá segir Páll okkur að þeir eru að tilbiðja sköpunina en ekki skaparann. And Revelation 17 tells you that it is not for real purpose that they believe this. It is done for economic gain. Og það segir okkur í Ópenbararbókinni 17. kafla að þetta ekki til þess að þeir trúi þessu öllu, heldur þetta til fjárhagslegs hagnaðar. Because it doesn't make any sense to me Því að þetta næri ekki neinni áttum fyrir mig that if I eat a sandwich, að ef ég borða samloku I'm killing the world. að þá ég að drepa heiminn. If Bill Gates takes a private plane every week, Og Bill Gates, hann flýgur á einkaflugvél út allan heim. it's okay because he's making us aware. Þegar hann að gera okkur viðvart. This is the stronghold world we're going into. Þetta þessi
virkja heimur eða heimur vígana sem við þekkjum. And God does not want us consumed in fear by it. Og Guð vill ekki að við séum tekin af ótta yfir þessu. How long have I got left? Yes. Right, okay. I want you to be aware of the power that sits on you, in you, and is leading you. Ég vill að þið gera ykkur grein fyrir kraftunum sem liggur innra með þér, utan þig og fyrir ofan þig. The power is not from you. Krafturinn ekki kominn frá þér. 2 Timothy 1 verse 7 says that we are not given a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Þegar ritningi segir að hann hefur ekki gefið okkur anda hugleysis heldur anda máttar, kærleiks og stillingar. That word power, we know it's dunamis. Við vitum að orðið fyrir mátt þarna dunamis. But dunamis is not just power. En dunamis ekki bara vald eða kraftur. In the ancient world, til forna, it was the descriptive word þá var þetta orð sem að nota til þess að lýsa to describe the might of the whole of the Roman Empire's army. Til þess að lýsa öllum her Rómarveldis. So when you get someone, a demonic person shouting in your face, Þegar eitthvað svona dímonískur öskrandi í andlit á þér, trying to ruin you and come against you, sem að reynir að eyðileggja fyrir þér og stendur gegn þér, you need to warn them. þú þarft bara að gera þeim viðvart. Because you're walking with the power that is equal to an advancing army. Þegar þú að ganga með heilum herskara, And you need to go, mate, you don't need to do that. og þú segir bara, vinur minn, þú þarft nú ekki alveg kannski gera þetta. You see, that power trumps all of the enemy's attack. Þessi kraftur, hann yfirstígur og trompar allt óvinnarins veldi. I'm going to try and come to a finish. Ég Right? að reyna að lenda hérna, ég reyna að ljúka máli mínu. So that means there's about 2 hours left, Það right? svona 2 tímar eftir þá. Ephesians 6:12, we all know it. Efesus 6:12, þið þekkið það vers. Spiritual warfare scripture, yes? Þetta vers andlegan hernað. And it says, we do not wrestle Það segir að við berjast ekki við menna hold og blóði, against flesh and blood. að gegn hold og blóði. Now, I think you get that. Ég held þið áttu ykkur á því, þið fattið þetta. But the word wrestle I want to concentrate on. En orðið að berjast eða eiga átök við, In the Greek, it is the word palē. á grísku þetta palei. And if you were a wrestler, you went to a palestra. Ef þú varst glímukappi, þá fórstu á stað sem hét Palista. It was a whole stadium where you would learn to fight and you would advance through the levels. Þetta var heil svona líkamsræktastöð þar sem hún lærðir bardagalist og alla tækni. But it isn't like fighting today that we see. Þetta ekki svona að berjast eins og við sjáum í dag. It had 3 major groups. Þetta voru þrír meginhópar. When you started fighting, you would start boxing. Ef þú byrjar að berjast, þá byrjar í boxi, en hefaleikum. Then you would do wrestling. Síðan myndur þú fara í glímuna. Then you would advance to pancration. Síðan fórstu í svona ákveðna bardagalist. Now, boxing wasn't like boxing that we see today. Nefaleikar ekki eins og við sjáum þá fyrir okkur í dag. They would have a strap going from their elbow to the top of their knuckles, and it would be like a wrap. Og þetta var svona ofið alveg frá fingrum og upp á olbúa. And in between each knuckle was a blade. Og milli hnúana var sem sagt hnífsblað. And the winner was the one who could draw the most blood Og from the opponent. sigurverðin var sá sem gat dregið mesta blóðið úr andstæðingnum. Then you would go to wrestling. Síðan fórst í glímuna. And no one wants to be involved in Grecian wrestling because they were naked. Og það vill enginn taka þátt í grískri glímukeppni þegar þeir börðust naktir. But that meant En það þýddi the places that you shouldn't hit að staðarnir sem maður á ekki að slá were prime targets. og þeir voru undir mestri árás. Then there's pancration. Now, if you've ever seen MMA, Ef þið hafið ekkert séð blandaða bardagalist, MMA,
My son is an MMA champion. Sonur minn, hann meistari í þvílíkri bardagalist. And he holds 3 world titles in Og hann kickboxing. á 3 heimsmeistaratitla. So I don't answer him back. Þannig að ég ekkert að rífa kjátt við hann. But what you see with this Pankration was ancient MMA. En þið sjáu það að þessi bardagalist, svona Pankration sem heitir, ekkert ósvipað á þessi blandaða bardagalist. But it would have made the UFC look soft. En UFC, það bara eins og ykkur í skólakrakkar með við þetta. Because if you were losing a fight, Þegar þú varst að tapa bardaga, you would lift a weapon. og þá var þið gefið vopn. So they would have swords, Það voru sverð, they would have clubs with spikes on them. og það voru svona gadakylfur. You see, this gives a whole new connotation to the word wrestle. Þetta gefur allt aðra mynd á því þegar Biblían tala að berjast. Most Christians think their spiritual warfare is to simply say a prayer. Flestir kristnir telja það að þeirra andlega barátta bara biðja. But Paul tells us that this battle is bloody. En Páll að segja okkur að þetta blóðu barátta. You're going to go through bloody moments in your life. Þú munt fara í gegnum svaða blóð bardaga í lífiðinu. But in Ephesians 6, when he puts on the full armor, he tells you, stand. En þegar hann segir áfram í Efesu 7. kaplan og þú setur á þig alvæpni Guðs og hann segir að lokum að standa. Give no foothold to the enemy. Gefið óvinnunum ekkert svæði til að standa á. That means in every area. Það þýðir á hverju sviði. If you've got kids and your kids are going to school, Ef að þú átt börn sem að fara í skólan and your school is trying to tell them that Jesus isn't the way, og skólinn að reyna að telja krökkunum trúum að Jesús ekki vegurinn, sannleikurinn og lífið, then you need to get in that fight. og þá þarf þú að taka þér stöðu í bardáunum. You can't be silent about it Þú getur ekki bara þagað við því, because your kid's salvation því hjálpræði barnsins þíns is the very prize. í húfi. If you're in a relationship with someone Ef þú ert í samskiptum við ykkur and they've went down the rabbit hole of YouTube teaching, og þeir hafa farið í gegnum niður ykkur svona kanínuhólu, ykkur villukenningar á YouTube, ignore the fact that I'm on YouTube. ekkert að vera að taka eftir því að ég á YouTube. If they're going down that road and they don't have sound doctrine, Og ef þau fara niður innan veg og ekki með heilnama kenningu úr ritningunni, right now there is a massive move online núna bara á samfélagsmiðlum herskari, herför by heretical theologians sem bara villu guðfræðingar to remove the writings of Paul from the New að Testament. þeir vilja fjarlægja öll rit Páls postula. Now you've got to get in the fight. Þú þarft að stíga inn í ringinn. Ask yourself, why do they want to remove the writings of Paul? Spyrjið ykkur sjálf, af hverju vilja fjarlægja öll rit Páls postula? Well, Romans 9-11 tells you, Paul says that God is not done with the Jews. Nú, Rómverjabréfið 9. til 11. kapli segir okkur að Guð hann ekki hættur með gyðingana. So when the world turns against Israel, Þannig að þegar heimurinn snýr sér allur á móti Ísrael the compromised church turns against them too. og þá byrjar þessi málamiðluna kirkja að snúa baki við Ísrael líka. In 1 Thessalonians 4:17, Paul, and in 1 Corinthians 15, tells us about the rapture. Og fyrsta Þessalóníkabréf 4:17 og í Kórinthubréfinu 15. kapla þá Páll að segja okkur frá burthrifningunni. The amount of theologians, so-called, Svo kallaðir guðfræðingar who try and argue that the rapture is not real, að reyna að segja það að burthrifningin sé ekki raunveruleg. they're listening to people, they're not reading their Bible. Þeir að hlusta á einhverja aðra heldur en að lesa Biblíuna. I don't know, has everybody heard the argument, the word rapture is not in the Bible? Hafið heyrt þessa rökræðu að burthrifning ekkert í Biblíunni? That's right, it's a Latin word, it's in the Vulgate, the Latin Bible. Orðið burthrifningi ekki í Biblíunni eða rapture á ensku, það alveg rétt, þetta latneskt orð. In Acts chapter 8, Í Postulössögun 8. kapla, Philip was raptured. þá var Fílip hrifinn burt.
He was taken from the side of the Ethiopian eunuch to Azotus like that. Hann var tekinn frá hlið eþíópska þrælsins og hann var fluttur til Astót. See, the word harpazo in the Greek Þið séð að gríska orðið harpazo is all the way through the New Testament. út allt í Nýja testamentinu. In the Old Testament, we see raptures. Í Gamla testamentinu sjáum við burthrifningar. Enoch was raptured. Enok, hann var hrifinn burt. Elijah was raptured. Elía, hann var hrifinn burt. And in 1 Thessalonians 4:17, this is what Paul says to the church. Og í 1. Þessalóníkabréfi 4:17 þá það þetta sem Páll segir við kirkjuna. I keep going to speed up. I'm really sorry. I'll keep it slower. Sorry, just because I was going to go ahead there. Right? In 1 Thessalonians 4:17. Í 1. Þessalóníkabréfi 4:17 he talks, in fact, let me just turn there very quickly. Við skulum bara fletta aðeins upp þangað. He talks specifically to the remnant church. Þá talar hann til þessara kirkjan sem eru leifarnar. Okay, got my glasses. Then, we who are alive and remain. You know that word alive is not that you're breathing. Síðan munum við sem eftirlifum og vita að þetta orð að lifa, það fjallar ekki að þú sett andandi. In Greek, it is sousantes. Á grísku þetta sousantes. If you all say sousantes, we'll be speaking the same language for one moment. Ef þið öll segir sousantes, þá tölum við sousantes. It means spiritually robust. Það þýðir að þú sett svona andlega krenkjandi. Svo veist það er allt andlegt svona bubla innan með þér. It's not about having a pulse. Þetta fjallar ekki að þú sett bara með eitthvað púls. It's about being spiritually alive in the kingdom. Það fjallar að vera andlega lifandi í Guðs ríkinu. It says, then we who are alive and remain. That word remain should actually be translated as the word remnant. Og síðan segir hérna, við sem eftirlifum verða ásamt þeim að vera þarna þetta vísun í leifarnar. Shall be caught up. Harpazo. Now it doesn't mean like he just lifts us up slowly. Það segir hérna að verða hrifnir burt í skýjunum. Það þýðir ekki bara að hafa verið svona lift upp svona hægt með einhverjum krana. Can I borrow your hand? Turn your hand over like that. The enemy system is being built. Óvinakerfið það verið að hanna það og byggja. Economically, it's starting to close. Á efnahagsviðinu það byrjað að lokast. Technologically, it's starting to close. Tæknisviðið við það að fullnast. Legislation-wise, it's starting to close. Lagalega það byrjað að lokast. Do you know, back home, we get arrested for praying in certain areas, even if we're not speaking out loud? Vitið það að heima fyrir í Bretlandi, ef við biðjum ákveðnum stað opinberlega, þá erum við handtekinn. The whole control system is starting to close like this. Allt kerfið að fara að lokast, krumlan að lokast. But the word harpazo. En orðið harpazo literally means snatching away at the last second. Að það þýðir að vera hrifinn burt á síðasta sekúndubrótinu. Before the hand closes. Áður en krumlan lokast. We're gone. Þá erum við horfin á braut. But in the meantime, we've got a fight to get bloody with. En á sama tíma þurfum við að taka þátt í blóðugum bardaga. We need to be vocal about our faith. Við þurfum að láta heyrast í trú okkar. There's no such thing as passive Christianity. Það ekki til eitthvað sem heitir að vera passífur kristinn. There is not one scripture in this word that tells you that when you get saved, you're to sit on a chair. Að það þýðir ekki, það ekkert sem segir að þegar þú frelsast að þá áttu bara að sita í sætinu í kirkjunni. When you're born again, þegar þú endurfæðist, the Great Commission applies to you. Þá kristniboðskipunin, hún tileinkun þér. It's not just for the pastors. Þetta ekki bara fyrir þá sem leiða pastora. Everyone is to go ye therefore make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Það allir sem að fara út og gera allar þjóðir að lærisveinum og skýra í nafni Föðurs, Sonar og heilögum anda. We've also got to be really down with this, that God has a plan. Og þurfum að ná þessu algjörlega. Guð með áætlun.
In Matthew chapter 10, there is the little commission. Í Mattheus 10 minni kristniboðskipunin. He sends the disciples out. Þar sendir hann lærisveinana út. Tells them, go out and preach the kingdom. Hann segir farið út og boðið Guðs ríkið. Heal the sick. Lækni sjúka. Cleanse the leper. Hreinsið hennar líkþráðu. Cast out demons. Rekið út illanda. Raise the dead. Reisið upp hina dauðu. Now that is to every one of us. Það þýðir að þetta fyrir okkur öll. Like, I don't know what we're like for time here. You're way over. Am I? Yeah. Okay. We're starting to find you now. Right, okay. Okay, I'll close. That's all right. I want you to be aware, and if anybody wants to talk about this afterwards, please come and see me. Ég vil bara að ykkur sé kunnugt og ef ykkur vil tala þetta við mig og eftir þá bara gjöru svo vel. You need to be aware of the now word of God. Þú þarf að gera það fyrir orðinu sem núna, fyrir tíman í dag. You see, the word of God is alive and breathing. Þegar orð Guðs lifandi og kröftugt. It instructs us in all things. Það kennir okkur alla hluti. That includes the season we're in. Og það á við tíðina sem við lifum í dag. And I am telling you that 2025 and 2026 Ég að segja ykkur það að árin 2025 og 2026 are going to be tumultuous. Að það mun mikið ganga á. Can I have, without upsetting people, Get ég fengið að sjá á þess að ykkur 60 seconds? Get ég fengið 60 sekundur. Okay, I'm going to tell you a revelation that God gave me. Ég ætla að segja ykkur opinberun sem Guð gaf mér. So I've got a degree in history. Ég með gráðu í mannkynssögu. And I was sitting praying one day. Eða sagnfræði og ég var á bæn einn daginn. And God showed me a pattern. Og Guð sýndi mér svona mynstur. He showed me a countdown. Hann sýndi mér svona niðurtalningu. Between the workers of wickedness Það sem voru andaverur vonskunar and destruction moments in the world. og struktúrun sem við sjáum í heiminum. So I'm going to do this as quickly as I can, and you have to pray for him. You have to keep up, ready? In 1907, 1907, the most wicked man in the world called Aleister Crowley eitt mesta illmenni sem hefur getið Alexander Crowley. Performed a summoning ceremony. Hann gerði svona athöfn þar sem hann var að kalla fram andaverur. He started his religion called Thelema. Það var ákveðið athæfi sem kallað Philema. This was the establishment of modern Satanism. Og þetta eiginlega grunnurinn fyrir satansstyrkun í dag. 7 years later, 7 árum síðar, 1914, the Great War. 1914 var fyrri heimsstyrjöldin. So remember that, 7. 7, munið það. In 1933, 1933, Adolf Hitler and Hanussen, þá var Adolf Hitler og Hanussen, an occultist, sem svona djöfladyrkandi, performed another occult ceremony. Þeir gerðu aðra svona djöfla þjónustu. 6 years later, 6 árum síðar, World War II. Síðara heimsstyrjöldin. This is destruction planned. Þetta áætluð eyðing. Now, 1996, 1996, Hillary Clinton, Hillary Clinton, in the White House, í Hvíta húsinu. this has been released, Þetta opinber gögn. invited a high priestess in, Og hún bauð svona æðsta presti, eða hún var sem sagt presskona. and they had an Ishtar summoning ceremony. Og það var svona verið að kalla fram Ishtar. 5 years later, 5 árum síðar, 9/11 happens, war on terror. 11. september gerist og stríði gegn terrorisma byrjar. 765, everybody with me? 765. See, I'm good at math. Yeah. 765. Now, 765. 2016, 2016. the opening of the Good Heart Tunnel. Að þá opnast þarna góðhjarta göngin. I'm sure some of you have seen this. Sum ykkar hafi séð þetta. Where world leaders Það sem að heimsleiðtogar partook and watched this opening satanic ceremony. þeir horfðu bara opinberlega á þessa athöfn.
where a man dressed as Baphomet, aka the devil, og maður sem var dressaður eins og Baphomet eða eins og djöfullinn ripped a lamb apart in front of them. og hann reif í sundur lamb fyrir framan þá. They all cheered. Og þeir fögnuðu allir. The same year, you have the Arch of Palmyra. Já, og á sama ári að þá er Palmera-bóginn. This was the arch or the doorway into the temple of Baal. Þetta varu dyrnar inn í musteri Baal. The UN Sameinuðu þjóðirnar and the world economic leaders og alþjóða efnahagsráð fulltrúarnir took this around the major capitals of the world. fóru með þetta í helstu borgir heims. 4 years later, 4 árum síðar, COVID. COVID. The war on COVID. Stríði gegn COVID. 7654. 7654. Now, we get to 2022. Síðan erum við komin á 2022. The Commonwealth Games had an opening ceremony. Það sem að Ólympíuleikarnir voru með opna athöfn. That opening ceremony was above an old Mithraic temple. Og þarna sáum við bara í beinni útsendingu að þetta var sama svið eins og í gömlu musteri. And it was a Baal ceremony. Og þetta var sem sagt athöfn sem tilheyrði Baal. Now that brings us to 3. Þá erum við komin niður í 3. Now that means that according to that theory, En samkvæmt þessari kenningu, 2025 þá 2025 could hold a major destruction point. og þá erum við komin að einhverju sem ætlað mikið niðurbrot. But here's the problem. En vandinn þessi The ceremonies didn't stop. að hátíðarhöldin þau stoppuðu ekki. In 2024, the opening of the Olympics, 2024 þegar Ólympíuleikarnir opnuðu, they had a white rider. og þá var hvítur riddari á hvítum hesti. They had Dionysus instead of Jesus at the Lord's Supper. Það var Dionysus eða Bakkus við kvöldverðarborð Jesú. They had dancers and singers perform a hymn to Apollo. Og það var sungin lofgjörðarsálmur til Apollón. And Apollyon is in Revelation 9 as the angel of the abyss. Og það engillin sem talað sem engill pitsins í Opinberunarbókinni 7. kafla. So that means 2 years later, 2026, a Þannig að major destruction point. 2026 þá komið að einhverjum atburði sem skelfingar atburði. Now the reason I'm telling you this Ástæðan fyrir ég að segja ykkur þetta is because as things start to shake, að þegar það byrjar að hristast í hlutunum Hebrews 12:26 tells us that we have to hold on to the word of God. og þá segir Hebreabréfið 12:26 að við þurfum að halda föstu taki í orð Drottins. It is not by mistake Þetta ekkert óvart that the European leaders, að leiðtogar Evrópu, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Macron, Keir Starmer, have all formed what is called the Coalition of the Willing. og þetta svona samtök þeirra sem viljugir. And Emmanuel Macron has given the orders Og Macron búinn að gefa út skipun to French hospitals að frönsk sjúkrahús to prepare for war by March 2026. að undirbúa sig fyrir stríð í mars 2026. Now I am not saying for so saith the Lord. Ég ekki að segja svo segir Drottinn. I'm saying there is a plan at play. Ég að segja að það áætlun í gangi. But our God is still above the ladder. En okkar Drottinn stendur fyrir ofan stigann. And he sees all and he navigates all. Og hann Amen. sér allt og hann leiðbeinir okkur öllum. Amen. Thank you for listening to me. Takk fyrir að hlusta á mig.